En nokkuð stórt tap hjá Stúlkunni í dag. Já. Hvað að gerast? Þetta náttúrulega bara mjög gott körfuboltalið sem að spila á móti. Sennilega sterkasta liðið þar og Finnar. Og svona kannski jákvæði punkturinn í byrjunarleiknum. Það sem við ætlum að gera frá hinum tveimur leikjunum. Svo bara slátrar við alveg í öðru leikluta og við svona förum að fara út úr öllu sem var að ganga hjá okkur og stutta sóknir og þar fengum bara spjaldið honni í körfur og það blöðum hvað eftir annað. Bara náðum ekki að alltaf ekki tapaði boltar hann í öðru leikluta. Náðum ekki að klára með körfu og þá bara, fyrir leikum svolítið frá okkur og fyrir svolítið að hengja hausinn. Kannski ekki nægilega trú á verkefninu, ég veit ekki, en fannst við samt verið að reyna. Við erum búin að reyna að koma tilbaka, en það er kannski svona erfiðari andlega núna. Ég held svona, það er mun eftir við kepptum þar í kaupinni fyrir og þá var 60 stiga tap, þannig að við vitum að það er góður í körfu, en við ætlum svona að mæta aðeins klára en þetta er bara eins og gengur. Þess að segja kannski einhver getur munum á þessum liðum. Já, ég held að... Hvernig er að undirbúa sig fyrir svona leiki og hvað tekur við? Við reynum það náttúrulega alltaf bara, þú veist, svona hugsa það að við séum að bæta ykkur í körfubolta og taka eitt skref í einu og við erum að fara á EM í ágúst þar sem við mætum Svíum aftur og þú veist, þess vegna kannski vildum við ekki sýna allan varnarleiki sem við höfum og svoleiðis hluti en þær eru náttúrulega bara mjög hávaxnar og það er mjög hreyfanlegar, það eru góðar, vel drillaðar, góðar að sækja í miðjuna og við erum búin að svona æfa ákveðna hluti bara fyrir þær sem að gengur vel í fyrsta leikluta. En svo náttúrulega bara, þú veist, varnarlega 5 á móti 5 á hálfvelli, kannski allt í lagi hjá okkur en þegar við vorum að sækja þá létum við bara ít okkur alltaf langt út á völlinn og svona fórum að taka óskynsamlega ákvarðanir, sáum ekki körfuna nógu vel. En mér fannst við samt svona að reyna okkar allra besta, það er jákvæða. Væntanlega, við hefum bara leikur á morgun. Já, Danir og... Það er langan tíma til að... Nei, ég er svona kannski líka góð að við náðum að hlaupa allar hérna í leiknum og sem við þurfum að kvíla sig og hérna eins og það er og við minna Danir eru á morgun, Danir eru góðar og Norðmenn eru góðir en við ætlum að reyna bara að skáta þær vel og mæta klárar. Ég held að Danir og Norðmenn eru lágvaxnari en þessi þrjúlið sem við spilaðum hingað til. Þannig að við svona eigum einhvern möguleika þar að vera ekki að glíma alltaf við einhver skandinavísk tröllaninn teg. Tók ég eftir að þú búinn að skipta aðstoðarþjálfara, var hann rekinn? Hallgrímur var ekki rekinn, hann fekk að halda starfinu en hann þurfti bara að fara fjölskylduástæðum. Það var bara þannig, það var ekkert annað fluglaust og hann kom seint inn í þetta hjá mér, ég þurfti að skipta aðstoðarþjálfara í vetur og heiðurinn sem var með mér, hún á barni núna bara næstu dögum. Þannig að Hatti kom inn í þetta og við vissum þetta fyrirfram að hann myndi missa af einhverju leikjum með það á NM undir fríð en svo náttúrulega nærmur öllu EM með mér. Þú fekk Sævaldur stóð fyrir sínu, hún hefur ekki kennt um þetta. Ég held að Hatti fá alveg að setja svona aftur hérna mér á EM. Takk.